ímynda mér að ég sé að vera að teikna límmiða á ból. Þið sjáu að þetta eru 3 litum. Bolurinn er grænblár en við erum með hringi, rauða, svo erum við með gula stjörnu og andlit og það er allt í sikkur litnum. Og þegar ég teikna límmiða sem er í 3 litum, þá þarf ég að gera 3 teikningar en til að hjálpa mér að hafa þetta þannig að það passi allt saman, þá gerir ég það samt í sama skjalinu en nota lög eða layera sem er hérna uppi, lag eða layer. Og við skulum skoða bara hvernig það getur verið. Byrja á að teikna hringinn. Fyrir hringtólið og teikna hring. Það þarf ekkert endilega að vera eitthvað sérstök stærð strax því að við getum bara aðlagað það þegar allt er komið í rétt hlutföll. Og ég fer að lita þetta í rauðu. Ok, hann er ekki orðin rauður hérna og segjum að þetta sé miðjan. Það er að minnka þetta. Þess að vera alltaf að minnka í réttum hlutföllum. Síðan ætla ég núna að tvöfalda hringinn og ætla að stækka hann og gera hann með engri fyllingu og ég ætla að hafa útlínu á honum sem er rauð. Ég þarf náttúrulega að stilla útlínuna hvernig ég vil hafa hana. Ég vil hafa þennan hring örlítið stærri með við hitt og ég vil hafa útlínuna, já, ég vil bara leyfa henni að vera svona. Núna, þá er ég búin að gera 2 hringi. Þá þarf ég, ef ég fer hérna inn í birtingaham og útlínu, þá þarf ég að vera með 2 línur á þessum ytri hring. Og til þess að gera það, þá þarf ég að velja þessa ytri, fara í feril og segja útlína sem feril. Og munurinn er, ef við skoðum þetta, að nú er komin útlína á hringinn sem er fyrir utan, en hinn má vera eins og hann er. Þá þurfum við að fara að hugsa layerana, eða lögin. Lögin eru hérna þetta tákn hér og stundum finnst það hér líka eða hér til hliðar, en ef maður finnur þetta hvergi þá getur maður líka að fara bara hérna í lag og lög og hlutir og þá myndi opnast þessi paletta hérna. Og núna er þetta rauða hérna og í raunir allt hérna sem er inn á þessu er inn á laginu og ég gæti falið lagið með því að smella hérna en ég get líka læst í þannig ég get ekki lengur fundið að gert neitt við það sem er þarna inni. En eins og ætla ég að hafa þetta bara ólæst og ég ætla að láta þetta sjást. Nú ætla ég að búa til nýtt lag. Það gerir maður með því að fara hérna í blúsinn. Ég ætla að láta þetta vera gulur og segja bæta við og þá er hann komin hér og ég ætla að breyta þessu hérna í rauður. Ágætt að hafa bara litin sem maður er að vinna með og til þess að hafa ekki alla þess að ferla hér inn í sýnilega get ég einfaldlega haft þetta svona. Núna ætla ég að teikna stjörnuna og ég lita hana gula og ég hef pendilinn valinn og drega hana hingað niður. Og ég ætla að snúa henni þannig að hún snúi eins og mig langar til. Þannig að hún sé svona nokkurn veginn bein. Hún er dálítið stór þannig að ég ætla að minnka hana. Ef ég held á shift og control takana niðri þá minnkar hún frá miðjunni og það er auðvelt að eiga við það þannig. Þið sjáum núna að hérna guli er núna hérna á sér layer. Ef ég myndi fela layerinn þannig gerði ég mistök, sjáðu, og ég sett ávart hérna stjörnuna inn í rauða að því ég var búin að velja hann áðan þegar ég var nefnan. Þá get ég einfaldlega bara dregið þennan hingað honni og þá er hann komin á sinn stað. Og af því ég faldi layerinn þá hvarf hann. Núna get ég falið með að sé hann aftur. Núna ætla ég að búa til registermerki eða eitthvað merki til þess að ég geti passað að rauði og guli lendi á nákvæmlega sama stað. Þá fer ég hérna í rauða og ég ætla að teikna kassa. Hann verður gulur. En ég ætla að breyta honum í rauðan. Og ég ætla að zooma hérna aðeins inn til að setja hann á góðan stað. Hann þarf ekki að vera mjög stór og ég ætla að setja hann hér inn á milli rauðu þar sem á bara að vera bil, gat, gegnsætt til þess að spara liti þegar við förum að gera til þess andliti þá er alveg óþarfi að vera með einhvern risa bút af svörtu til þess að setja hingað inn á þannig að við höfum þetta bara eins nálægt
eins á einhverju stað sem hentar vel til að spara efni og nú ætla ég að tvöfalda þannig að það er ekki nóg að hafa bara einn register svo að vera ekki skakt. Þannig að ég ætla að búa til annan, geri Ctrl+D og dreg hinn á einhverju stað sem er laus hérna. Þá erum við búin að búa þetta til. Og nú þarf ég að velja þessa tvo og afrita á, segi Ctrl+C og fer í layers inn í gula og fer í breyta og líma á staðnum. Þá komur inn, er inn í gula og nú þarf ég bara að breyta litnum. Ég get notað dropateljarann til þess að velja, þá var þetta gult. Þannig að ef ég vil fela gula litinn til að sjá hvort þessi rauði sé gjörgleitna undir, þá get ég bara farið hér á gula á augað og þá hvar guli og aftur. Nú bý ég til þriðja layerinn. Hann heitir svartur og hann er þá komin hérna efstur. Það er ekkert inn í honum ennþá. Þannig að ég núna ætla ég bara að byrja á því að velja að líma aftur á sama stað. Það fer inn í svarta layerinn, verður gult. Þessa litlu tvo kassa hérna. Ég fer í breyta, líma á staðnum. Þannig kom þeir inn, urðu reynda rauðir af því að það var það sem var inni og nú velið að lita það svarta. Og þegar maður að lita heila liti þá get ég farið hérna, sjáðu, nú er þetta orðið svart og síðan teikna ég andlitið. Fjölvelda þennan, þess að hafa hann jafn stóran, dreif til hliðar. Síðan til þess að gera munnin þá gerði ég bara hring og annan hring. Aðeins stærri til þess að búa til einhvers konar bros. Vel það svo báða og fer í ferill og mismunur. Þá er ég komið með munnin. Það hópa þetta saman og minnka aðeins. Hópa síðan andlit alveg saman. Og miðja allt hérna. Þá er allt komið hérna á sinn stað. Nú þarf að lita þetta fyrir skerana. Það er hægt að gera þegar maður er búinn að setja þetta í sér skjal. Það er líka hægt að gera þetta þegar bara núna strax. Og velja svo hvern layer fyrir sig. Þannig að við veljum allt. Við erum í fyllingu, engin fylling, útlín, útlína viljum við hafa rauða. Vildu reyndar hafa bara, já, einmitt þennan, eina hér uppi og þessi tveir hafa verið 100 og svo þurfum við að gera stílútlínu, þannig að vera í millimetrum og við viljum hafa þetta í 0,2 og þá verður þetta mjög grönn lína og þetta er rétta línan til þess að skera út. Síðan, til þess að aðskilja skjölin, þá förum við í layers, læsum svarta og gula og nú er bara rauði valinn. Já, nei, hérna, jú, rauði sem er aftast og við veljum bara allt sem er inn í honum og segjum copy, búum til nýtt skjal og límum og hérna er þetta komið. Förum inn í skrá að eiginleika og aðlaga stærð, vistu svo hérna sem vista sem og PDF og rauður. Ok, ítum á save. Þetta gerum við síðan við og við samþykjum hérna allt þetta hér og segjum bara í lagi. Síðan þurfum við að gera þetta við hinn skjölin líka en þið þá aflæsið þessu og læsið næsta layernum og aflæsið næsta og svo koll að kolli þannig að nú myndi ég velja og það var að stjarnan sem velst og hennar kassar og svo koll að kolli.